Nú á tímum COVID hafa kennarar víða veröld fundið fyrir mjög aukinni þörf nemenda og starfsfólks til að hreyfa sig. Enda finnur fólk þá á eigin skinni hvaða skiptir miklu máli að komast út undir bert loft. Árskóli á Sauðárkróki er einn þeirra skóla sem hefur skipulagt í stundatöflu gönguferðir sem þau kalla Mílu. Árskóli er heilsueflandi skóli og þá höfum við farið að leita leiða til þess að auka hreyfingu og auka hollustu og heilbrigði. Og við höfum alltaf verið í miklu sambandi við Skota, leitað mikið til þeirra og nota innra matið og annað hjá þeim. Og þeir hafa verið með mjög skemmtilegt verkefni sem við kallum Míluna. Og það gengur út á það að allir nemendur hreyfa sig mílu á dag í skólanum. Og við fórum að huga því hvort við gætum sett þetta upp hjá okkur. Og þannig kemur þetta orð til, míla. Þannig að það er míla á dag sem að allir ganga, en við sem gengum ekki skrefið alveg svo langt. Við erum með mílu á viku til að byrja með, en að mínum að þetta hefur þetta heppnast alveg gríðarlega vel. Verkefni var sett í hendur starfsteymis sem útfærði það, fann hentugar gönguleiðir og kynnti síðan fyrir nemendum, kennurum og starfsfólki skólans. Við mæltum með því að þetta er sett inn í töflu strax og við vita bara krakkarnir nákvæmlega á þriðjudegi klukkan 10 að þá eru þau að fara. Þannig helst það líka meiri möguleiki á því að þau séu að framkvæma þetta. Ekki bara svona, já, við að fara núna eða við að fara á morgun eða heldur að setja þetta inn í töflu þannig að þetta haldist svolítið fast og þetta verði svona markvisst. Hefur veður eitthvað skipt máli eða sett strik í reikningin? Nei, ekki frá því við byrjum. Við erum búin að vera mjög heppin með veður en þetta er lagt upp þannig að við förum út í öllu veður. Það er þannig. Þeim finnst það bara æðislegt. Bara getum við farið í Míluna núna. Við erum alltaf bara með þetta einu sinni í viku núna, fyrst til að byrja með. En ætlum svona að auka þetta örugglega svona með vorinu. En þeim finnst það frábært og byggjum bara strax og við byrjum með Míluna þá vildum við fara oftar en einu sinni. Þannig að... En þetta er fyrir utan íþróttatíma, er það ekki? Jú, þetta er fyrir utan íþróttatíma. Þetta er bara svona til að taka sér smá pásu flörtunum og komast út og hreyfa sig og já. En er eitthvað erfitt að fá kennarana til þess að fara? Nei, alls ekki. Við höfum ekki orðið varar við það. Nei. Hafið þið orðið varar við að hreyfingarleysi sé farið að hafa áhrif í COVID? Sko, já, það gefur alltaf augalega að það hefur áhrif. Það er alltaf, þau hafi verið meiri heima og minna æfingar og minni útivera. Tölvar alltaf, notkun hefur aukist. En varðandi verkefni hjá okkur núna að þegar COVID var, þá vorum við hér í skólanum úti í íþróttum og við fórum með bekkin alltaf í hálftíma göngu alla daga, af því máttum ekki fara í íþróttahús. Og þar sáum við svolítið bara muninn á þeim eftir að hafa farið út í þetta ferska loft og við fórum út í skafrenning og skipti engu máli hvernig veðrið var. Og þau voru svo fersk á eftir og þeir leið mér svo vel og kennararnir voru höfðu orð á því, umsjónarkennararnir. Það auðveldaði okkur svolítið að fara á stað með verkefni, vitandi það að þau eru svo opin fyrir því að fara út að ganga og þau voru vön því og þau voru fann að finna það hversu vel þeim leið. Þannig að það hefði eiginlega og kennararnir einmitt farin að sjá ávinninginn af því, sko. Finnur þið fyrir mun? Er það að upplifa krakkana einhvern veginn öðruvísi þegar þau fá þessa hreyfingu? Já, það er náttúrulega alltaf svo gott og maður finnur það bara sjálfur að standa eins upp frá því sem maður er að gera og fara út og hreyfa sig og fá ferskt loft og þannig að þetta gerir þeim svo gott og maður finnur alveg að þau eru miklu tilbúnar í verkefnin þegar þau koma inn. Árskóli hefur verið leiðandi í svokölluðu vinaliðaverkefni grunnskóla á Íslandi sem fellur vel að Mílu. Það sem það snýst þetta vinaliðaverkefni er að við erum með krakka sem eru vinaliðar inn í bekkjum og þau fara út aðeins fyrr og undirbúa í rauninni frímínútur áður en hinir krakkarnir koma út og eru að stjórna leikjunum sjálf. Þannig að þau byggja upp svolítið sjálfstraust og þora meiru og kannski aðeins opnari og sjálfstæðari. Og markmiðið með þessum leikjum og þessu fyrirkomulagi er að þessir krakkar sem eru að stjórna verkefnum leikjunum er að draga ná í þessa krakka sem eru kannski ekki að koma sjálf og þora ekki að fara sjálf inn í leikina
Þannig að þessi markmið er að þau náu svolítið í þessa krakka og komið þeim inn í leik. Þannig svona er þetta að hjálpa til svona við félagslega þáttinn og þetta er frá 1. og upp í 10. bekk sem við erum með vinalega verkefnið og og míluna. Þannig það eru allir að taka þátt og unglingastigið er meira inni og þar er þetta skipulagt inn í íþróttahúsinu. Þau hafa íþróttahús í frímínútum fyrir vinalega verkefni og svo eru yngsta og miðstig eru úti. Þannig að þetta er bara frábært verkefni. Og þið finnum mun á krökkunum? Já, ég er til dæmis að kenna 9. bekk og þau náttúrulega þurfa ekki að fara út í frímínútur eins og miðstigið og yngstastigið. Þannig að eins og að komast út í míluna það er bara æðislegt og eins og segi þau kalla eftir að fara oftar en einu sinni í viku þannig að við munum örugglega að fara að fjölga dögum fljótlega. Þannig að þetta hættir að snúast að þurfa ekki að fara út í frímínútur, þetta fer að snúast að vilja fara. Nákvæmlega, þau vilja fara, þau kalla eftir því. Þannig að þetta er bara æðislegt.